Sýnum karakter átaksverkefni þjálfun sálrænnar og félagslegrar færni barna og ungmenna í íþróttum. Hugmyndafræði verkefnisins byggir á því að hægt sé að þjálfa og styrkja sálræna og félagslega færni iðkenda eins og líkamlega færni. Sýnum karakter verkefni sem var til hjá okkur í tengslu við vinnu sem Valdimar Gunnarsson hjá UMSK og svo Viðar Halldórsson, lektor, fóru í á sínu tíma til þess að bæta þátt félagslegra og sálrænna þátta í íþróttaþjálfun. Og það endaði með þessu samstarfi sem í dag milli ISÍ og UMFÍ að reyna að keyra ákveðið verkefni sem heitir Sýnum karakter og raunverulega heimasíða, byggist upp á heimasíðu þar sem inn á hana fara ýmsar upplýsingar til þess að hjálpa þjálfurum og reyndar öðrum hópum í því að bæta þennan þátt í íþróttaþjálfun. Og þetta svolítið öðruvísi heldur en kannski svo íþróttaþjálfun sem flestir þekkja? Já, í rauninni. Við viljum meina að kannski til langs tíma hafi þessi liður í þjálfunni fengið allt og litla athygli. Að þetta sé kannski innan við 10% af heildarpakka í þjálfun íþróttamanns. Líkamleg þjálfun kannski það sem hefur fengið mest vægi hingað til og kannski það sem einfaldast og auðveldast að þjálfa. Og kannski hafa margir góðir þjálfarar náð hámarki nánast í líkamlegri þjálfun, þannig að þú kemst ekkert lengra og þá þurfum við að fókusera á þessa andlegu, sálrænu og félagslegu þjálfun til þess að geta ná meiri árangri á þeim vettvang. Og hvaða þættir eru það þá? Þeir eru mjög margir. Við fókuserum á ákveðnar þætti umfram aðra. Við erum að tala sjálfstraust, við erum að tala markmiðasetningar, við erum að tala félagsfærni og leiðtogahæfni sem dæmi. Allt þetta þættir sem að vinna í og læra og verða betri og sterkari í með því að fá rétta kennslu í þessum þáttum. Nú það ekki bara með ráðstefnu eða einhverju ræðu hjá einhverjum út í bæ sem að þetta verður bætt, heldur með verkefnin eins og það hugsað, þannig að heimasíðan sé verkfærakista, þar sem inni verða erindi og upplýsingar frá hinum og þessum, bæði þjálfurum og jafnvel afreksíþróttaiðkendum og fleirum sem að senda okkur inn erindi sem við birtum svo þarna á síðunni öllum til vonandi heilla og framfara. Þannig að mann getur sótt sér þarna auka vitneskju akkurat í þessum parti í þjálfurinni til þess að gera betur á þeim vígstöðum. Þannig að þetta ekki eingöngu fyrir þjálfara? Nei, alls ekki. Þetta hugsað fyrst og fremst fyrir þjálfarana til að sækja sér vitneskju til þess að bæta sitt starf. En þetta líka gott fyrir bæði einstaklinga sjálfa, hópa, foreldra jafnvel, til að sækja sér aukna vitneskju í þessum fræðum til þess að geta tekið meiri þátt í umræðum þessi mál við iðkendur sjálfa á barns- og unglingsaldri. Hvað framundan í þessu verkefni? Framundan áframhaldandi kynning á þessum þætti í þjálfun og áframhaldandi söfnun á vitneskju og heimildum til þess að setja þarna inn praktískum upplýsingum þannig að sem að þjálfara geta í raun sótt í þessa ágætu verkfærakistu til þess að bæta störfi sín í framtíðinu og verða hæfari til sinna starfa. Og hvaðan koma þessar upplýsingar? Mjög víða frá bæði þekktum nöfnum í þjálfun hér á landi, einnig óþekktari nöfnum, jafnvel frá einstaklingu sjálfu sem hafa verið í iðkun og ekki endilega þjálfarar. Ýmsar svona dæmisögur sem koma með þarna inn og með praktískar upplýsingar það hvernig betur má gera, hvernig þetta hefur nýst þeim á leið til afreka og frábæri pistlar sem dæmi frá Hafrúnu Kristjánsdóttur, lektor sem í HR yfirmaður íþróttamála þar og Viðari Halldórssoni lektor sem eru svona driffjærinnar í verkefninu í dag og hafa frá miklu að segja í þessum fræðum. Þjálfun hugrænna og félagslegra þátta skiptist í 6 áhersluflokka: áhugi, markmiðasetning, félagsfærni, sjálfstraust, leiðtogar og einbeiting. Í síðustu viku var haldin ráðstefna í Háskólanum á Akureyri til að kynna verkefnið og meðal þeirra sem héldu erindi þar var Dagný Linda Kristjánsdóttir sem lengi var ein fremsta skíðakona landsins. Ég valdi að fjalla fyrsta lagi áhuga og áhugahvötina að þeim ég veist að það svona algjör grunnþáttur bara í lífinu. Það alveg svona hvort það tengist íþróttum eða einhverju öðru, ef þú hefur ekki áhuga þá veit ég ekki alveg að sé ekki alveg hvernig þú átt að ná árangri. Og svo fjallaði ég leiðtoga og þá var ég fyrst og fremst að fókusa á leiðtoga í eigin lífi. Þegar ég ekki í hópíþrótt eða var ekki í hópíþrótt, þannig að þá snerist þetta meir að ég myndi taka ábyrgð og að ég sýndi
Það væri mitt frumkvæði. Öll þjálfun, bara allt sem ég gerði. Þannig að það er náttúrulega tvennt alveg ólíkt og ég er svo sem fjallaði það líka að vera bara leiðtogi yfir höfuð. Það er náttúrulega rosalega ábyrgða mikið hlutverk og erfitt fyrir unga krakka að taka að sér þetta hlutverk þó að það sé ómeðvitað og þeir þurfa náttúrulega leiðbeining og leiðsögn í gegnum þetta hlutverk að þróast í þetta hlutverk. Af því það er til marga tegundur leiðtogum og við viljum hafa þá með rétta sýn. En þeir eru einhvern veginn að æfa einn og þetta snýst bara þig en ekki allt liðið. Þá ertu meira svona leiðtogi í eigin lífi og þarft að vera drifkrafturinn sjálfur. Nú hefur þú einmitt reynslu af því að vera afreksíþróttamanneskja. Og hvað finnst þér þetta verkefni? Hverju bætir þetta við íþróttaþjálfun? Alveg bara heilmiklu. Mér finnst þetta skiptir alveg rosalega miklu máli og bara frábært að þetta sé komið af stað og að fókusinn sé í þjálfunin sé komin þangað. Vegna þess að auðvitað líkamleg færni og tækniatriði, það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli. En þú kemst aldrei neitt nema hausinn sé rétt stiltur. Og það er einhvern veginn mjög mikilvægt að byrja að þjálfa þetta strax. Og það er alveg hægt að þjálfa þetta markvisst. Bæði, einbeiting og félagsfærni, sjálfstrausti. Þú getur sett alveg upp markmið í markmiðssetningu og þú getur alveg sett markmið í þjálfun og einbeitingu. Þannig að það er jafn mikilvægt eins og að þjálfa öll tækniatriðin og líkamlega getu. Klárlega.